Þetta er verkefni 18 á blaðsíðu G4, 18 grein. Ég ætla að fara í lið númer 11 og sýna ykkur hvernig ég skipti orðum á milli lína með kontról og bandstrikinu. Það eru nánari útskýringar í bókinni á blaðsíðu B19, en orðskipting felst í því að skipta orðum sem eru of löng til að komast fyrir í endalínu. Stuttar línur sem eru línujafnaðar með fulljöfnum án orðskiptingar eru oft með miklum orðabilum. Þannig við ætlum að fara bara í gegnum skjalið með því að renna hérna í gegn. Ég sé ekkert orðabil hér, mikið orðabil sem væri hugsanlegt að skipta. Ekki hér heldur. En hérna sjáum við að það eru orðabil, svolítið mikið orðabil hérna á milli sumra orða, þannig ég ætla að fara hér á milli. Orðið er samsett, þannig ég má skipta því hér íþróttamenn og ýti á kontról og bandstrikið við hliðina á bakklyklinum. Þá kemur strik hér. Ef ég ýti beint á strikið og síðan bæti ég inn orðum eða stækka letrið eða minnka, þá kemur strikið á milli. En ef ég geri það svona með kontról og bandstrikinu, þá er þetta svokallað hverfult bandstrik sem hverfur ef ég breyti einhverju, bæti inn orðum eða breyti letri. Síðan fer ég hér neðar og hér eru svolítið mikið bil milli orða hér, þannig ég prófa að fara hér, samskipta grein, þetta orð er samsett líka, kontról og bandstriki. Þannig að þið sjáið að bilið á milli orðana minnkar og þetta er læsilegra. Ég sé ekkert annað sem væri hugsanlegt að skipta, þannig að ef ég ætla að reyna að skipta þessu orðið, reyna að koma fram hér í línuna fyrir ofan og svo strik, kontról og bandstrik, þá kemur þetta svona. Þetta er þetta hverfula bandstrik, kemur svona strik niður, en það er ekki pláss í línunni fyrir ofan, þannig að ég eyði þessu. Og ég ætla að vista og ég ætla að skoða verkefnið í prentskoðun. Það er ég hérna í fæl og print. Og hér er forsíðan, hér er efnisyfirlitið og það er engin númering á þessum síðum. Síðan er lína blaðsíða 3 og 4 og hér eru neðarmagnskriðurnar, báðar með hangandi indrætti upp á 0,4 og hér eru fyrirsagnirnar allar merktar, dagsetning og nafnið og það er ágætt að skoða í prentskoðun áður en maður skilar verkefni eða prentar út og athuga hvort það hafi verið munað eftir öllu. Þannig þá er þetta verkefni búið.